Góðan daginn, ég býð fólk velkomið á fund borgarstjórnar nú þriðjudaginn 18. mars hér í Ráðhúsi Reykjavíkur. Við göngum til dagskrár. Fyrst á dagskrá ályktunartillaga borgarstjórnar þjóðaratkvæðagreiðslu aðkomu þjóðarinnar að ákvörðun framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu. Fyrstur til máls tekur hv. borgarstjóri Jón Gnarr. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég ætla að flytja hérna tillöguna, ályktunartillögu borgarstjórnar þjóðaratkvæðagreiðslu aðkomu þjóðarinnar að ákvörðun framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu. Borgarstjórn Reykjavíkur skorar á Alþingi að tryggja aðkomu þjóðarinnar að ákvörðun framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu. Í samræmi við gefin fyrirheit verði dregin til baka tillaga að viðræðum verði slitið og ákvörðun framhald þeirra sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Með því mun ríkisstjórnin leitast við að virkja samtakamátt þjóðarinnar og vinna gegn því sundurlyndi og tortryggni sem einkennt hefur íslensk stjórnmál og umræðu í samfélaginu nokkurt skeið. Þannig hljóðar það. Ég ætla nú ekki að hafa fleiri orð í bili en kem kannski inn í umræðu hér á eftir. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá hefur hv. borgarstjóri lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta var nú stutt og laggott hjá borgarstjóra. Þetta kallar á ýmsa umræðu og ýmsar hugleiðingar, ýmislegt sem hægt að segja lýðræðið og hvernig við erum að nota lýðræðið og hvernig það hefur nýst þessum meirihluta sem nú í borgarstjórn á þessu kjörtímabili og kannski hvernig ríkisstjórnir undanfarinna ára hafa nýtt sér þær leiðir sem lýðræðið býður upp á og þær leiðir sem menn hafa til þess að hlusta á og eiga samráð við borgarbúa, í okkar tilfelli, þjóðina alla þegar kemur að ríkisstjórn og Alþingi. Ég til dæmis leyfi mér þá að spyrja borgarstjóra sem hér kom upp og flutti tillöguna að því í hvers umboði starfaði Össur Skarphéðinsson 23. júlí 2010 þegar hann afhenti Carl Bildt beiðni aðildarviðræður í tilgangi Evrópusambandið. Hafði hann umboð þjóðarinnar? Það held ég ekki. Ekkert bendir til þess. Hafði hann umboð frá þjóðaratkvæðagreiðslu? Alls ekki. Málið hafði aldrei verið boðið undir þjóðina, enda þótt lagt vera af stað í þessar aðildarviðræður. Hafði hann umboð ríkisstjórnarinnar? Nei. Hann hafði það reyndar ekki, það alveg fyrir og það veit það allir að ríkisstjórnin var algjörlega klofin í þessu máli og samstarfsflokkur Samfylkingarinnar, Vinstri grænir, eða Vinstri græn, höfðu engan áhuga á því að ganga í Evrópusambandið. Hafði hann þá Össur Skarphéðinsson á þessum tíma umboð Alþingis? Nei, hann hafði ekki umboð Alþingis. Þannig að hér hlaupa upp flokkarnir, Samfylking, Besti flokkurinn, Brotastrygg Björt framtíð og Vinstri grænir og hlaupa af stað með tillögu sem ég held að þessir ágætu borgarfulltrúar og samstarfsfólk okkar hér í borgarstjórn hefðu átt að hugsa aðeins lengra og aðeins betur. Til dæmis þá rifjast upp fyrir held ég flestum þegar rættur lýðræðislegar hefðir. Hver var vilji ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri grænna til þess að nýta sér álit þjóðarinnar og fá skoðun þjóðarinnar á samningum Icesave. Samningarnir voru ekki bornir undir þjóðina, ekki af hálfu ríkisstjórnarinnar. Það þekki allir þessa sögu. Fyrri þjóðaratkvæðagreiðsla annan samning Icesave var felld með 93,2% atkvæða þjóðarinnar.
En ríkisstjórnin barðist hatrammlega gegn því að þetta færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og forsætisráðherra og ráðherrar ríkisstjórnarinnar hvöttu landsmenn alla eindregið til þess að greiða atkvæði með þessum samningi. En 93,2% ákváðu að fara ekki að þessum ráðum. Og þegar seinni samningurinn, þriðji Icesave-samningurinn, fór í gegnum Alþingi, þá var hann jafnframt af forseta Íslands sendur í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er óþarfi að fara að tíunda þetta mikið nánar. Sá samningur endaði með því að 60% þjóðarinnar felldu hann. Áhugi á því að beina málum til þjóðarinnar þar sem hún raunverulega krafðist þess og stóð fyrir utan þinghúsið og krafðist þess var algjörlega hafnað. Hafður að akkúrat engu. Og hvernig hefur það gengið hér? Það eru örfáir mánuðir, við getum talið það í vikum, síðan að meirihluti borgarstjórnar gerði ekkert úr, virti að algjörlega vettugi 70.000 einstaklinga sem skrifuðu undir mótmæli við því að flugvöllurinn ætti að fara úr Vatnsmýrinni í samræmi við drög eða tillögu, þáverandi tillögu að aðalskipa Reykjavíkur. 70.000 einstaklingar skrifuðu undir slík mótmæli. Og hvernig var að fara með það? Það var bara ekkert gert við það. Bara ekki nokkurn skapaðan hlut. Og það sem meira var, það var að tala niður til þeirra sem að stóða þessu undirskriftasöfnun, það var að tala niður til þeirra sem að skrifuðu undir, það var reynt að gera einhvers konar grín að þessum mótmælum sem var auðvitað algjörlega misheppnað og vilji til að fara að óskum þessa fólks. Enn og einu sinni, Samfylkingin og Besti flokkurinn, Brotastig Björt framtíð, höfðu engan áhuga á samvinnu eða samráði við þá sem að þarna áttu hlut að máli og lýstu sínum skoðunum. Þetta var sem sagt að ég held fjölmennasta undirskriftasöfnun allra tíma. Og svo getum við farið yfir fleiri mál af þessu tagi. Hvernig var þegar að foreldrar risu upp og mótmæltu fyrirhuguðum sameiningum á grunnskólum og leikskólum hér í borg? Í einu hverfi skrifuðu 94% foreldra undir beiðni tilmæli til núverandi meirihluti hér í borgarstjórn og þar sem þeir óskuðu eftir því að fallið yrði frá áformum sameiningu skóla. Og þá var það aðallega sameining unglingastigsins. Og þegar að mótmælu bárust við hugmyndum eða deiliskipulagstillögu uppbyggingu á Landspítalareitnum var því jafnframt algjörlega hafnað og ekkert hlustað á það. Þannig ég vildi minnast á þessi atriði vegna þess að núna þegar það snýr að ríkisstjórninni þá svellur lýðræðisástin í brjóstum þessa sama fólks. Það bara verður að samþykkja hér tillögu í borgarstjórn þess efni sem að borgarstjóri var hér að lesa fyrir okkur áðan. Þannig að trúverðuleiki þessa meirihluta í þessu máli, verð ég að segja, er fjarskalega lítill, er yfirleitt nokkur. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætla að leggja fram ályktunartillögu og leita afbrigða forseta. Ég ætla að lesa hana upp. Hún er svofelld. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna þeim vilja sem fram hefur komið að ná fram sem breiðastri sátt næstu skref í aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið. Með því getur Alþingi leitast við að vinna gegn þeirri tortryggni sem einkennt hefur umræðinu málið frá því að ríkisstjórn Samfylkingar og VG hóf aðildarviðræður á árinu 2009 án þess að vísa þeirri ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu. Trúverðugleiki borgarfulltrúa Samfylkingar og Bjartrar framtíðar, Brotastig Besta flokksins, er lítill þegar kemur að lýðræðislegum vinnubrögðum í ljósi þess meðal annars að mótmæli 70.000 einstaklinga gegn því að Reykjavíkurflugvöllur yrði færður úr Vatnsmýrinni í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur voru höfðað engu fyrir fáeinum mánuðum, eins og að fari með mótmæli foreldra vegna sameiningar skóla í Reykjavík. Ítrekuð er sú stefna borgarstjórnarhóps Sjálfstæðisflokksins að vinna að niðurstöðum allra mála í góðri sátt við borgarbúa og að vísa ákvörðunum í mikilvægum málum til þeirra og er Alþingi hvatt til að kanna alla leiðir sem færar eru til að vinna í víðtæku samráði. Þetta er ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem ég legg hérna fram og óska eftir að forseti leiti afbrigða til að koma henni hér á dagskrá
og vonast til þess að við eigum þá frekari umræður þetta mál hér í dag. Þá hefur Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Fundinum hefur borist ályktunartillaga frá borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ég vil leita afbrigða það hvort að tillagan verði tekin á dagskrá. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja það að tillagan sé sett á dagskrá gefi merki. Það samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá eru hér 2 ályktunartillögur til umræðu undir þessum lið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Svo skal böl bæta að benda á annað verra, orðatiltæki sem kom upp í huga mér þegar að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Júlíus Vífill Ingvarsson tók til máls hér áðan. Það að einhvern tímann hafi lýðræðið ekki verið virt af hálfu einhverja fulltrúa, einhverja flokka hér inni, virðist gera það að verkum að við getum ekki skorað á ríkisstjórnina núna að beita lýðræðislegum vinnubrögðum þegar kemur að því að semja við aðrar þjóðir mjög stórt og mjög umfangsmikið og afdrifaríkt samstarf á alþjóðavettvangi. Það að við höfum ekki lagt umsóknina Evrópusambandið í dóm þjóðarinnar, það að við höfum ekki talað fyrir því að Icesave hafi farið í dóm þjóðarinnar, það að flugvallamálið hafi ekki farið í dóm þjóðarinnar eða borgarbúa, ég veit ekki hverjir það eru sem hefðu átt að dæma það hvar flugvöllurinn ætti að vera, það að skólasameiningarnar hafi verið hér með þeim hætti sem þær voru, það að hitt og það að þetta hafi ekki verið gert almennilega þýðir sem sé að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja hér fram aðra ályktunartillögu heldur en þá sem hefur legið fyrir frá því á föstudaginn. Það hafa auðvitað engar samningaumleitanir átt sér stað frá því á föstudaginn. Það hefur enginn kynnt okkur þá ályktunartillögu sem að borgarfulltrúinn talaði fyrir hér áðan. Ég hef ekki lesið hann yfir og ég man ekki einu sinni hvað hún er. Efnislega veit ég þó að þarna verið að tala að borgarfulltrúar Besta flokks og borgarfulltrúar Samfylkingar hafi engan trúverðugleika þegar kemur að lýðræði. Ekki það að ég hef gagnrýnt borgarfulltrúa þessara flokka fyrir ýmislegt sem þeir hafa gert og stundum hefur mér þótt skorta á lýðræðislega vinnubrögð. En ég einhverra hluta vegna tel ólíklegt að fólk komi til með að samþykkja ályktun slíkt og hvað þá eigin vinnubrögð. Þannig að mér finnst mjög ólíklegt að þessi ályktunartillaga, þó ég eftir að lesa hana, það væri gott ef við fengjum hana prentað út eða minnst okkar senda áður en við tökum afstöðu til hennar, að mér finnst mjög ólíklegt að hún verði samþykkt. Hitt aftur á móti tillaga og tillagan sem að legið hefur frammi frá því á föstudaginn, hún mjög einföld og að stærstum hluta efnisinnihald þeirrar tillögu tekið úr stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks það að það að reyna að vinna gegn sundurlyndi þjóðarinnar og tortryggni og koma á bættum vinnubrögðum. Þannig að ég sé í rauninni ekki af hverju Sjálfstæðisflokkurinn og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins get ekki verið með okkur bara í þessari einföldu áskorun. Þessir borgarfulltrúar sem hafa verið vaknir og sofnir yfir lýðræðislegum vinnubrögðum í borginni og hafa verið algjörlega miður sín yfir því hvernig aðrir flokkar hafa verið að ástunda lýðræðisleg vinnubrögð bæði á þingi og í borg. Þegar þessi sömu borgarfulltrúar fá nú tækifæri til þess að skora á ríkisstjórnina að beita þessum lýðræðislegu vinnubrögðum sem að svo ríkulega oft hefur verið kallað eftir, að þeir skuli þá leggja fram ályktunartillögu að flokkar hér í borgarstjórn fordæmi eigin verk í staðinn fyrir það að stuðla að áframhaldandi lýðræðislegri vinnu með þetta mikilvæga mál. Það finnst mér alveg með hreinum ólíkindum. Ég verð bara að segja eins og þess. Ég mun standa að þessari ályktunartillögu svo við tölum nú efnislega hana þrátt fyrir að vera andvíg því að við göngum í Evrópusambandið. Það bara, þetta eru tveir ólíkir hlutir sem við erum að ræða Annars vegar það að einhver ákveði það fyrir mig að aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði slitið og það án þess að það hafi farið fram almennileg umræða eða hvort að ég vilji að gengið verði í Evrópusambandið bara tvennt aðskilið. Ég vil fá að greiða atkvæði þetta. Ég vil að þjóðin fái að ákveða það hvort að aðildarviðræðunum verði
haldið áfram eða ekki, og já, ég get alveg viðurkennt mistök og það er kannski munurinn á mér og borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að ég viðurkenna bara alveg mistök og ég er alveg til í að gagnrýna mitt eigið fólk. Mitt eigið fólk var í mjög erfiðri stöðu í ríkisstjórninu á sínum tíma. Við vildum ekki fara í Evrópusambandið en við þurftum að gera málamiðlun. Við gerðum hana. Við samþykktum það að sækja aðild að Evrópusambandinu. Ég hefði miklu frekar viljað að við færum í þjóðaratkvæðagreiðslu áður og helst hefði viljað að við slepptum alveg þessu bulli öllu saman. En það var bara ekki í boði. Núna er það í boði. Og það er bara undir þeim komið sem eru í ríkisstjórn í dag, þingmönnum og ráðherrum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, hvort að það verður gert. Ef að þið viljið hlusta á þjóðina, ef það er í alvörunni, ef það er eitthvað á bak við það, þegar að borgarfulltrúarnir tala allar þessar undirskriftasafnanir með sko tárin í augunum, þegar það kemur að flugvellinum eða skólasameiningum eða einhverju öðru, ef það er eitthvað á bak við það, þá náttúrulega ættu þeir að samþykkja ályktunartillöguna sem að hér liggur fyrir, sem að er orðrétt upp úr stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að stórum hluta. Þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta hafi bara verið einhver misskilningur hjá borgarfulltrúa Júlíusi Wibli að leggja fram þessa ályktun hér áðan. Það er minnst kosti engin sáttaumleitan í því, það er engin veginn vilji til þess að ræða við aðra flokka. Þetta snýst bara einhverjar blammeringar og undir það get ég ekki tekið og mig langar ekki að standa í svoleiðis stjórnmálum. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, er þetta útprentaða tillöguna? Já. Já, hún verður ljósrituð eða... Forseti bara óskar eftir því að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sendi tillöguna, ályktunartillöguna sem borist hefur fundinum, rafrænt hana, hægt sé að prenta hana út eða senda til annarra borgarfulltrúa. Takk. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fagna því að þessi tillaga sé komin fram hér í sölum borgarstjórnar og hún er efnislega samhljóða að mér sýnist fyrri hlutanum af nýrri tillögu Sjálfstæðisflokksins sem er lögð hér fram. Seinni hlutin af þeirri tillögu kannski tengist öðru máli og ég velti fyrir mig hvort að Sjálfstæðisflokkurinn vill skipta þessi í tvær tillögur eða fella seinni hlutan niður eða flytja hana bara undir einhverjum sér lið. Ég ætla ekki að svara öllum þeim spurningum, ég er ekki viss að ég hafi náð þeim öllum niður sem að oddviti Sjálfstæðisflokks í sal borgarstjórnar færði fram hér, Júlíus Vífill Ingvarsson, en hann spurði í hvers umboði var þáverandi utanríkisráðherra. Utanríkisráðherra þáverandi var í umboði Alþingis, hafði á bak við sig ályktun Alþingis. Utanríkisráðherra þáverandi var líka í umboði ríkisstjórnar og það Alþingi sem að samþykkti þá tillögu gerði ráð fyrir því að við enda þess ferils þegar fyrir lægju aðildarsamningar að þá ætti þjóðin síðasta orðið. Og þetta mál snýst í dag það prinsipp að það verði ekki teknar einhverjar endanlegar ákvarðanir tengsl okkar við Evrópusambandið án aðkomu þjóðarinnar. Og út af það gengur tillaga núverandi utanríkisráðherra Gunnars Braga Sveinssonar að draga aðildarumsókn tilbaka án aðkomu þjóðarinnar þvert á mjög skýr fyrirheit sem gefin voru fyrir síðustu kosningar annað. Þess vegna er þetta stórt mál, þess vegna er þetta mikilvægt mál, þess vegna er þetta prinsippmál. Prinsippið það að það sem sagt fyrir kosningar gildi líka eftir kosningar. Og af hverju varðar þetta mál sveitarfélögin og sveitarstjórnarstigið? Það vegna þess að sveitarfélögin eru að mörgu leyti þegar inn í Evrópusambandinu. Það gríðarlega margar ákvarðanir sem að snerta okkur sem teknar eru á grundvelli samningsins Evrópska efnahagssvæðið, EES-samninginn, sem hafa áhrif hér í okkar störfum.
Og í úttekt sem gerð var á áhrifum Evrópusambandsaðildar á íslenska sveitarstjórnarstigið í janúar 2009 og sem hefur verið rædd hér í sölum borgarstjórnar kemur raunar fram að það er sárafátt sem bætist við og snertir sveitarstjórnarstigið nema þá ákveðin tækifæri á sviði byggðaþróunar, á sviði styrkja, sérstaklega raunar til landbúnaðar og dreifbýlisins, aðild að öllum áætlunum ESB, hvati auknu samstarfi sveitarfélaga, landshlutasamtaka og atvinnuþróunarfélaga og aðgangur að stofnunum fyrir utan það að vera hluti af ákvörðunartökuferli sem að snerti sveitarstjórnarstigið. Þetta eru auðvitað lýðræðispunktar sem vert er að halda til haga. Gallarnir, af því að þeir voru líka tilteknir, voru þörf á auknum mannafla og auknum mannskap sem þarf til þess að gæta hagsmuna okkar í ákvarðanatökuferlunni og síðan auknar formkröfur, kröfur við fjármálaumsýslu og líklega slíkir hlutir. Það er líka tiltekið að gæti orðið erfitt fyrir fámenn sveitarfélög að nýta sér sóknarfærin og fullnaða þeim kröfum sem gerðar eru til stjórnsýslunar. En í ljósi þess hvernig þessi samantekt áhrif Evrópusambandsaðildar á íslenska sveitarstjórnarstigið þá hlýtur það að teljast hagsmunamál fyrir sveitarfélögin að fá úr því skorið hvernig endanlegur aðildarsamningur liti út. Og sveitarfélögin hafi í raun ekkert að óttast í þeim efnum vegna þess að það bætist lítið við sem varðar sveitarfélögin. Stóri vafinn í þessu máli þetta hvernig hagsmunum sjávarútvegs og landbúnaðar reiðir af. Ég held að það hafi verið góð samstaða það að þessir hlutir skiptu máli. En það er einmitt þeir þættir sem að myndu fyrst skýrast þegar að náðstöðu samningar viðkomandi kafla. Þess vegna styð ég og við borgarfulltrúar Samfylkingarinnar mjög þá tillögu sem að meirihlutinn hér að leggja fram. En ég vil jafnframt nota þetta tækifæri til þess að gera alvarlegar athugasemdir við uppleggið í tillögu sem Sjálfstæðisflokkurinn leggur hér fram. Hér nefnilega gengið út frá því að ekkert hafi verið hlustað á 70.000 undirskriftar sem kenndar voru við hjartað í Vatnsmýrinni. Það er auðvitað alrangt. Það var ekki bara tekið á móti þeim, heldur var gert sérstakt samkomulag við innanríkisráðherra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, meðal annars með vísun til þessa samkomulags, því samkomulagi það að gefa norður-suðurbrautinni í Vatnsmýrinni lengri tíma til 2022 og setja upp nefnd til þess að fullkanna önnur flugvallarstæði. Það samkomulag var ekki bara samþykkt einróma af öllum í borgarstjórn, heldur var því sérstaklega fagnað af forsvarsmönnum atkvæðagreiðslunnar hjartað í Vatnsmýrinni, eins og fréttir fjölmiðla frá þeim tíma bera ljóslega með sér. Og það er allt í lagi að það komi fram hér að því ég á sæti í nefndinni sem að Ragna Árnadóttir veitir forystu að fulltrúar hjartans í Vatnsmýri einmitt í sérstökum samráðshópi sem að mun fylgjast með því hvernig þessari vinnu vindur fram. Og ég held þess vegna að samkomulagið við innanríkisráðherra og Icelandair sé dæmi það þegar hlustað og mál eru sett í uppbyggilegt sáttaferli þegar framkoma skýrar kröfur og ábendingar það að einhver sé ósáttur við það sem í stefnir, sem var þá tillagan að auglýstu aðalskipulagi. Og það er líka rétt að minna á það að í samráðsferlinu skólasameiningarnar var tekið mið af fjölmörgum ábendingum foreldra, þó að ekki hafi allir verið á eitt sáttum með loka niðurstöðuna, að þá tóku tillögurnar talsverðum breytingum, meðal annars í ljósi þeirra umræðu sem varð þær tillögur. Þannig að veruleikinn er alls ekki eins og fram kemur í tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að ályktun og hvað þá eins svart hvít og það er gefið til kynna.
Þess vegna held ég að það færi best á því að ályktunartillaga meirihlutans verði borin upp og samþykkt en ályktunartillaga Sjálfstæðisflokksins verði vísað frá, en ég beini því til tillöguflytjenda að gera á henni þær breytingar því að fyrri hlutin þannig orðaður að ég hugsa að öll borgarstjórn gæti samþykkt hann. Hugurinn hvarflar síðan að því vegna þess að oddviti Sjálfstæðisflokksins utan salar borgarstjórnar hefur látið hafa það eftir sér að hann myndi styðja afstöðun sem kemur fram í ályktunartillögu meirihlutans og ég velti fyrir mér hvort það séu margar skoðanir innan Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn í þessu máli því að sveitarstjórnarmenn land allt virðast vera nokkuð samstíga. Það ekki bara það að Kópavogur hafi samþykkt álíka tillögu, það liggur nánast samhljóða tillaga fyrir bæjarstjórn Hafnarfjarðar og oddvitar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar bæði á Ísafirði og Akureyri, ef ég kann þetta rétt, hafa lýst mjög svipuðum sjónarmiðum. Fólk vill fá að sjá samning og taka afstöðu til hans, að minnstakosti ekki stoppa aðildarferlið án aðkomu þjóðarinnar. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Það víst búið að senda ályktunartillöguna í netpósti til borgarfulltrúa og svo liggja nokkur eintök útprentuð frammi fyrir þá sem þess þurfa. En þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti, kæra borgarstjórn. Núverandi ríkisstjórn lagði fram í miklum og óútskýrðu flýti þingsályktunartillögu að slíta aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þetta yrði gert án þess að spyrja þjóðina álits þvert á það sem skýrt hafði verið lofað fyrir síðustu kosningar og nú hafa rúmlega 51.000 kjósendur sett nafn sitt við áskorun að þjóðin fái að kjósa að halda viðræðunum áfram eða slíta þeim. Þeir sem skrifa undir þessa ályktun eru einfaldlega að biðja að staðið verði við gefin fyrirheit og að stjórnarflokkarnir komist ekki upp með að breyta þeirri dagskrá sem þeir settu upp með jafn hastarlegum hætti. Annars vegar geta fyrirvaralaust viðræðuslit skaðað hagsmuni okkar og takmarka möguleika okkar til framtíðar og hins vegar ljóst að margar þjóðir hafa gert hlé á viðræðum í langan tíma, til dæmis Sviss í 22 ár. Í ljósi þessa og vegna þess að eitt stærsta hagsmunamál íslensku þjóðarinnar að ræða, styð ég heilshugar þá ályktunartillögu Besta flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna að hvetja stjórnvöld til þess að standa við þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Takk fyrir það. Þá hefur Elsa Hrafnhildur Jómann borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, umræðan svolítið farin af stað en virðist þó vera að dofna í verinni og þess vegna ljúka sýnist mér á öllu. Sumir sem hér hafa komið upp farið svona meira út í það hverjir kostir það eru fyrir okkur að ganga í Evrópusambandið, en ég lít svo að við séum ekki beint á þeim stað núna. Við erum fyrst og fremst að tala það hvernig haga eigi þeim aðildarviðræðum sem að þingsályktunartillaga sem núna liggur fyrir þinginu og búið að vísa til utanríkismálanefndar, hvaða afgreiðslu hún fær og með hvaða hætti hún verður afgreidd og hvort að þjóðin komi með einhverjum hætti, því það margar leiðir til í því, komi með einhverjum hætti að þeirri ákvörðun. Þetta það sem við erum að tala og ég ætla svona heldur að skauta fram hjá því að fara að ræða hvaða kostir það eru fyrir okkur að ganga í Evrópusambandið og hvaða gallar eru því samfara
fyrir sveitarfélög á Íslandi. Það nokkuð löng og mikil umræða. Gegnum þetta hefur verið farið og Samband íslenskra sveitarfélaga hefur auðvitað verið að fara við þetta og kynna sér þetta mjög vel. En við skulum halda okkur við þær tillögur sem hérna liggja fyrir. Í fyrsta lagi þá veldum við miklu vonbrigðum sem að hér kom fram hjá borgarfulltrúanum Degi B. Eggertssyni að það sé lagt til hér við meirihlutann sem að allur mun hlýða eins og einn. Ég veist ekki um það að meðtöldum fulltrúa Vinstri grænna að vísa tillögu okkar frá. Þetta svona þessi gamli siður einhvern veginn að það bara að kasta út af borðinu því sem hérna verið að leggja fram. Við komum fram í góðri trú og með góðum vilja með þá tillögu sem að þið hefur fengið senda til ykkar. Þar sem að við förum yfir málið frá okkar sjónarhóli og ég spyr ykkur, er okkar sjónarhóll með einhverjum hætti lakari en ykkar? Ég lít svo á að svo sé ekki og ég lít svo á að hvert og eitt okkar eigi að sýna öðrum borgarfulltrúum þá virðingu að hlusta eftir þeirra sjónarmiðum og virða þau og taka þau til efnislegra meðferðar en vera ekki einhvern veginn að loka augunum og henda því bara út dyrnar eins og hér er lagt til. Mér finnst það lélegt, mér finnst það léleg afgreiðsla á þeirri tillögu sem að við lögðum fram og ég auðvitað óska eftir því að borgarfulltrúar meirihlutans sem fengið hafa þessi skilaboð hér úr púltinu, hvernig þeir eiga að afgreiða, að þeir endurskoði hugsun að þessu leyti og tillagan verði bara tekin upp til atkvæða greiðslu og hún verður þá bara felld, þið bara gerir það eins og ykkur líkar. Þannig er nú bara eins og lýðræðið og við tökum auðvitað afstöðu til þeirrar ályktunum tillögu sem að þið lögðu fram, sem að er ekkert síður gildislaðin heldur en svo tillaga sem að borgarfulltrúar, Samfylkingar, Besta flokks / Bjartrar framtíðar og VG lögðu fram. Þannig að þið skuluð ágætu borgarfulltrúar bara lesa þá tillögu betur yfir og sjá með hvaða hætti sú tillaga er gildishlaðin. Ég ætla ekki svona mikið út í þessi efnisatriði eða það með hvaða hætti hérna 70.000, hvaða afgreiðslu 70.000 einstaklingar fengu sem að skrifuðu nöfn sín undir mótmælalista vegna flugvallarins í Vatnsmýrinni. Og það margt hægt að segja þá nefnd sem nú er í gangi og kennd hefur verið við Rögnu Árnadóttur formann hennar, vegna þess að hún hefur einmitt beðið frið, vinnufrið til þess að halda áfram sínum störfum og telur sig ekki hafa það. Þannig að þessa nefnd er ekki sá friður sem að formaðurinn telur sig þurfa að halda og ég tek undir það með henni. Og sömuleiðis vil ég bara benda á það að einmitt að talsmaður Hjartans í Vatnsmýrinni hefur líka lýst sig í skoðun sinni að þessi nefnd sé ekki að ná tilætluðum árangri og að það sé ýmsir gallar á þessari vegferð allri saman og þá sérstaklega með tilliti til annarra deiliskipulagsáætlana sem að nú eru í vinnslu á Vatnsmýrarsvæðinu. Þetta þekkja borgarfulltrúar allir og óþarfi að tala hér eins og hér sé allt í lukkunnar velsæmi. Og við held ég öll þekkjum það að það munaði örugglega ekki miklu að sú nefnd bara hreinlega leyst upp vegna ummæla borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar þegar hann var að kynna hér í Ráðhúsinu deiliskipulag valssvæðisins áður en það var kynnt í umhverfis- og skipulagsráði. Það er nú eitt svona. Það er svo mikill áhuginn hér svona í aðdraganda kosninganna að sýna hvað menn hafa gert eða ekki gert eða eigna sér eitthvað sem þeir eiga ekkert í. Að þeir fara hér og kynna deiliskipulagsáætlanir og uppbyggingu sem ekki hafa hlotið samþykki fagnefnda bara lögum samkvæmt sko. Þannig er það nú bara. Þannig að án þess að fara mikið út í þetta þá vil ég ítreka þá afstöðu mína og þá ósk til borgarstjórnar að hún taki tillögur sem að hér eru bornar fram, taki þeim vel. Ég þekkti auðvitað ekki, þó ég sitji í forsætisnefnd, þá ályktunum tillögu sem að hér liggur fyrir og var lögð fram á fundi forsætisnefndar rétt fyrir hádegi á föstudaginn. Og þess vegna náttúrulega ekkert svigrúm fyrir mig að bregðast við á þeim fundi. Svo ég svari því sem að hérna kom fram gagnrýni á það að þessi tillaga hafi ekki verið lögð fyrir fram, eins og ég skildi málins borgarfulltrúans. En það er alveg á sama hátt, sjáðu til. Að tillaga, sú ályktunum tillaga sem að hér liggur fyrir er lögð fram á forsætisnefndarfundi á föstudegi hádegisbilið. Á þeim fundi, það er gagnrýnt hér, forseti góður sem er hér að ræða við mig á eintali,
Á þeim fundi svo tillaga lögð fram og það gagnrýnt að ekki hafi verið lögð fram sambærileg tillaga okkar tillaga á þessum sama fundi, en það auðvitað ekki ætlast til þess. Slík tillaga sem hér liggur fyrir frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins auðvitað unnin í samvinnu og samráði við hópinn. Hann þarf tíma til að hittast og fara yfir þetta og búa til sína tillögu og leggja hana síðan hér fram og það ekki mikill tími sem hefur gefist til þess. Þannig að borgarfulltrúar hér sem hafa kannski vilja taka undir þau orð sem hérna féllu í þessum ræðustól ætti að hafa það í huga og ég veit að allir þekkja það ferli sem að hér á sér stað og hvernig menn undirbúa tillögur sem lagðar eru fyrir borgarstjórn. Þannig ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri en ítreka það sem ég sagði afgreiðslu tillögu, ályktunartillögu okkar. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal hefur óskað eftir að gefa andsvar, eða veita andsvar. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Ég vil nú fyrst bara segja að ég náttúrulega bara mjög ánægður með að þessi ályktunartillaga sem að fulltrúar Besta flokksins, Samfylkingar og Vinstri grænna að hún sé komin fram og styð hana heils hugar. En mér langar bara varðandi ályktunartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að þá náttúrulega einhvern veginn ekki beint gert ráð fyrir að einhverjir aðrir samþykkja hana. Það beinlínis sagt borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fagna þeim vilja sem fram hefur komið að ná sem breiðast þeirri sátt og þetta einhvern veginn ekki mikið í því fyrir okkur hina flokkana. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig, og hún algjörlega miðar eingöngu að borgarstjórnarhóp Sjálfstæðisflokksins, þannig að það ekkert í því fyrir okkur og ég sé, já, ég held að það sé ekkert annað við þá tillögu að gera en að vísa henni frá. Auðvitað geta borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lagt þetta fram bara sem bókun eða eitthvað slíkt, en hún myndi allavega ekki, já, þar fyrir okkur að samþykkja hana. En aðalatriðið auðvitað að hér verið að skora á ríkisstjórnina og ríkisvaldið Alþingi að bera undir þjóðina mjög mikilvæga ákvörðun framtíð þessa lands, þessara þjóðar og í sjálfu sér ekki, já, það tilgangslítið að vera að tína til einhver önnur dæmi þar sem að slíkt hefur ekki verið gert, eitthvað þar sem að ekki hefur verið boðið upp á þjóðaratkvæði og kannski ekki hægt, en aðalatriðið að þarna er bara verið að fara fram á þessi kosið mikilvægt mál. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal veitt andsvar við ræðu Júlíusar Vífils og hann mun svara hér andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta svo sem réttmæt ábending hjá borgarfulltrúanum að við hefðum kannski átt að samþykkja að semja þessa ályktunartillögu með þeim hætti sem að hann telur hér upp, það er að segja ályktunartillaga borgarstjórnar. En aftur þá fer ég að þessum forsætisnefndarfundi þar sem að bara lagt fyrir mig á þeim fundi að það liggi fyrir ályktunartillaga Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Besta flokks og VG og það þess vegna ná nokkuð ljós fyrir hvernig menn hefðu hugsað sér þetta og engum hefðu dottið í hug að þeim sem að þarna voru þessum fundi eða voru undirbúið þessa tillögu að spyrja mig til dæmis að því hvort að ég hefði áhuga á því að taka þátt í þessum tillöguflutningi eða hvort ég gerði einhver athugasemd við orðalag sem í þessari tillögu, hvort að ég til dæmis á orðalag þar sem stendur í samræmi gefin fyrirheit verið dregin til baka og svo framvegis. Ég held að það væri þá minnstakosti svona sjálfs og kurteisi, það væri þá minnstakosti ákveðið pínulítið jafnræði í því að menn gerðu það og það kannski ástæðan fyrir því ef að borgarfulltrúinn hugsaði þetta aðeins lengra, þó ég geri honum ekki upp að hugsa ekki neitt, ekki misskilja það, að þá held ég að hann komist líka þessari sömu niðurstöðu að það ekki alveg beint jafnræði í þessu. Þarna hefðu menn sem sagt rottað sér sama hér í einhverju bakarbyggjum og búið til þessa tillögu og ekki haft fyrir því að spyrja borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að því hvort þeir eru áhuga að vera með. Og þar með þetta málið afgreitt. Og þannig að ég held að hver ætti að líta bara
í eigin barm hvað þetta varðar. Okkar ábendingar varðandi það með hvað hætti menn hafa verið að nýta sér þær lýðræðislegu leiðir, þær leiðir til þess að nýta lýðræðið og samráð við borgarbúa, þær standa bara því miður. Mér finnst leitt að þurfa að kjagast á því hér endalaust, jagast á því endalaust hér í borgarstjórn að lýðræðið einhvern veginn hefur ekki verið efst á blaði hjá þessum meirihluta. Þannig við lítið gert í þeim efnum þrátt fyrir svona hástemdar yfirlýsingar í upphafi þessa kjörtímabils. Meðal annars náttúrulega ef við komum að lýðræði hér innan borgarstjórnar og þeir vinnubröðum sem hér eru stundu, þá held ég að það þekki það allir sem hér starfa, að áhugi á því að starfa þvert á flokka er svo gott sem bara ekki neitt. Og það er ekki þar með sagt að það séu blóðuð átök í öllum nefndum og ráðum, en það er einfaldlega svo að allar ákvarðanir, allt sem gert er gert upp á skrifstofum ráðhússins án þess að minnihlutinn komi að því með nokkrum hætti. Þannig að ég held að fólk ætti bara aðeins að hægja á sér áður en það fer að berja sér að brjóst og tala um lýðræði og mikilvægi þjóðaratkvæðagreiðslna og að leita til fólksins og hafa samráð. Best væri auðvitað menn tækju bara til í sínum eigin garði og þá geta menn komið fram að heilindum og þá er það sannfærandi og trúverðugt sem þeir segja. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við að svara andsvari. Þá tekur næstur til máls borgarstjóri Jón Gnarr. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við ræðum nú þessa ályktunartillögu og mér finnst nú augljóslega kannski hlaupin svolítið mikil pólitík í umræður og þetta er viðkvæmt mál. Evrópusambandið og afstaða til Evrópusambandsins. Fyrir mér þá hefur þetta mál svona blasað svolítið við eins og að kaupa sér bíl, notaðan bíl, eða kannski ekki endilega notaðan, jafnvel nýjan bíl bara. Já, segjum bara nýjan bíl. Og þó maður skoði bíl, þá er maður ekki búinn að kaupa hann og maður er kannski jafnvel, þó maður sé að skoða bíl, að velta því fyrir sér hvort maður þurfi nokkuð bíl, hvort maður geti jafnvel sparað við sig og sleppt í að eiga bíl og nota strætó og hjól. Og svo er ýmislegt sem kemur líka til álita í því sambandi. Maður er ekki bara kannski að hugsa það að komast á bílnum frá A til B, heldur líka ýmislegt annað, eins og til dæmis öryggi á þeim leiðum sem maður er að fara og þó maður skoði bíl, þá þýðir það ekki að maður sé búinn að lýsa því yfir að þetta sé bara einhver forleikur, einhver skrípaleikur, einhver svona þykjustu leikrit sem leiði að því að maður ætli síðan að kaupa bílinn. Og það getur vel verið að einhverjir standi í þeirri trú. Það getur vel verið að bílasalinn haldi að maður sé búinn að ákveða að kaupa annan bíl. En maður er náttúrulega ekkert búinn að kaupa bílinn fyrir en maður er búinn að skrifa undir. Fram að því er maður bara að skoða málið og velta þessu fyrir sér og skoða kosti og galla þess að kaupa þennan bíl eða kaupa hann ekki, eða kaupa einhvern annan bíl eða sleppa því að eiga bíl. Og það finnst mér bara ákaflega eðlilegt ferli. Og nú er það svo að
Og þetta er náttúrulega sko tillaga sem í rauninni gengur ekki út á það hvort að maður vill eða fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið eða mótfallin því, heldur einungis að þetta mál sé klárað og kostirnir séu skýrir. Hverjir eru kostir þess að ganga í Evrópusambandið og hverjir eru ókostir þess. Og hvernig lítur þetta út svart á hvítu. Og svona niður í einhverja díteila. Nú eru margir sem að virðast hafa gert upp hug sinn og skipast þeir þá mjög gjarnan í svona 2 fylkingar. Það eru þeir sem eru með barmmerki með Evrópufánanum á, og svo eru það þeir sem eru með barmmerki með Evrópufánanum á og svona rauðu striki yfir. Þetta eru svona 2 fylkingar. En ég held samt að stærstur hluti fólks hafi ekki alveg gert upp hug sinn, vegna þess að það veit ekki hvaða kostir eru í stöðunni. Nú var það eins og fram hefur komið og reyndar spurði borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson mig áðan að því eitthvað, ég veit ekki hvort ég skildi spurninguna rétt, en sem sagt spurði mig í hvaða umboði Össur Skarphéðinsson hefði ákveðið að hefja einhverjar viðræður við Evrópusambandið, og tel ég að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson hafi svarað því hér áðan, og þannig að ég tel því vera nokkuð svarað. Það voru gefin, farið af stað í aðildarviðræður við Evrópusambandið, og hvort að það hafi verið farið af stað í það með nægilega lýðræðislegum hætti, legg ég ekki dóma á, en hafi það verið svona lýðræðislega vafasamt að einhverja mati og ekki góð vinnubrögð eða ólýðræðisleg vinnubrögð, eigum við þá að halda áfram sama verklagi vegna þess að það var einhvern tímann gert, eða getum við breytt verklaginu þó svo að einhver hafi ekki gert það einhvern tímann. Mér finnst það mjög athyglisverð pæling. Nú voru gefin mjög skýr fyrirheit það fyrir síðustu alþingiskosningar að það stæði ekkert annað til en að klára þessar aðildarviðræður þannig að allir fengju að sjá hvað væri á borðinu, og fólk gæti síðan gert upp hug sinn og það yrði kosið. Það yrði þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að við vildum ganga í Evrópusambandið eða sleppa því. Síðan gerist það að aðildarumsóknin eða kemur fram tillögum að draga aðildarumsóknina tilbaka, og það verður að segjast að þetta kom mörgum mjög óvart, þetta kom fólki á óvart, þetta kom stjórnmálamönnum á óvart, og mér sýnist það líka ekki vera svona endilega einhverjar flokkslínur í því, og ég sá til dæmis Halldór Halldórsson, oddvita Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum,
komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég sá hann lýsa því yfir einhvers staðar. Þetta hefði komið honum algjörlega óvart og það væri hans vilji að aðildarviðræðurnar eru kláraðar og það virðist vera svona einlægur vilji þjóðarinnar að þessar aðildarviðræður séu kláraðar þannig að við getum séð og skilið hvað í þessu felst fyrir okkur. Það er mjög erfitt að meta það. Og það er mjög auðvelt í þessari umræðu hefð sem að er í íslenskum stjórnmálum. Þá er mjög auðvelt að fullyrða og það er hefð fyrir því að fullyrða eitthvað og það er mjög auðvelt að fullyrða eitthvað. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson fullyrti töluvert í sinni ræðu hér áðan og upphafði orð eins og aldrei og ekkert og ég gæti á móti til dæmis, ég gæti fullyrt hér að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur aldrei hlustað neitt á mig. Aldrei. En það er mjög auðvelt fyrir mig að fullyrða það vegna þess að ég er ekki borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson og ég veit ekkert hvað gerist inn í höfðinu á borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarsinni. Þannig að það er mjög auðvelt fyrir mig að fullyrða það. Þá þakka ég fyrir mig í bili. Já, takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúi Jón Gnarr lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég bara til að upplýsa borgarstjórum það að ég hlusta iðulega og reynda bara alltaf að ég held á það á hans mál þegar hann talar. Það er nefnilega svona þetta orð í hvers umboði og bæði borgarfulltrúinn Dagur Bjeggersson og svo núna borgarstjóri gerði það umtalsefni. Af hverju segir maður það í hvers umboði fór Össur Skarphéðinsson á fund Carls Bildt í júlímánuði árið 2010. Það er vegna þess að þjóðin var ekki spurð. Og ég legg þetta í jöfnu við þá tillögu sem að ályktunartillögu og málflutning meirihlutans hér í borgarstjórn sem að segir það að þingið hafi nægt í því tilfelli að þingið segði sitt álit. Hann hafði umboð þingsins. Með sama hætti og sú þingsályktunartillöga sem að hér er til umræðu auðvitað hefur þing meirihluta og það vita allir. Þannig að hér eru borgarfulltrúarnir, það er að segja borgarstjóri og formaður borgarráðs komnir í algjöran hring. Þeir tala um það að það er nóg að hafa þingið. Það er til dæmis annað þegar að ákveðið var í janúar árið 2013 að hægja á umræðu með raunverulega bara stoppa þeir og opna ekki fleiri kafla, þá var enginn spurður vegna þess að það var þinglegu meirihluti fyrir því. Því var ekki vísað til þjóðarinnar og engin krafa kom fram það. Var það einlægur vilji þjóðarinnar árið 2010 að Össur Skarphéðinsson hefði aðildarviðræður? Ég skal ekki segja það. Það hefði þá minnsta verið eðlilegra og betra að hann sækti sitt umboð til þjóðarinnar og hún fengi að tjá sig það. Bara til þess að það sé alveg á hreinu hvað átt er við þegar talað er umboð og í hvers umboði menn eru að tala. Og þegar ég segja hann hefur ekki haft umboð á þinginu er náttúrulega það að þó að VG, það er svo furðulegt sem það á að vera, að VG, þingmenn Vinstri grænna, samþykktu það að ganga til aðildarviðræðna, þrátt fyrir það þeir lýstu því margir jafnframt yfir leið að þeir voru algjörlega á móti því að gengið í Evrópusambandið. Þannig að þær viðræður myndi ekki hafa neitt að segja í því sambandi. Það voru eiginlega furðuleg svör sem að þá komu á þinginu.
Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar en þá hefur hv. borgarstjóri óskað eftir að gera athugasemdir við fundarsköp. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara að koma því á framfæri vegna þess að ég heyrði ekki betur en að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson kallaði borgarfulltrúa Dag B. Eggertsson borgarstjóra hér áðan og svo heyrði ég ekki betur en að forseti Björk Vilhelmsdóttir hefði kallað mig borgarfulltrúa í síðast þegar hún tók til máls. Mér langaði að gera athugasemd við þetta. Ég er borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson er borgarfulltrúi. Bara koma þess að, takk fyrir. Við þökkum áminninguna frá hv. borgarstjóra. Þá höldum við áfram mælendaskrá. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér að skapast ansi hreint áhugaverðar umræður samráð og samstarf þar sem fram kemur ansi sterk lýðræðisást hjá borgarfulltrúum eða borgarfulltrúa sjálfstæðismanna Júlíus Vífill Ingvarssyni. Hann hefur hér talað fyrir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og lagt fram ályktunartillögu sem að Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi gagnrýndi réttilega áðan að væri nú kannski ekki til marks mikinn samstarfsvilja, enda hún í nafni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, hún hefst á borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og gengur að stærstum hluta út á að gagnrýna borgarfulltrúa annarra flokka. Það ekki til marks mikinn samstarfsvilja. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson svaraði fyrir þetta og sagði að hann hefði kannski ekki og þau í Sjálfstæðisflokknum ekki verið í góðri aðstöðu til þess að ræða við okkur hin það hvernig þessu skyldi háttað að gera samninga um breytingar á ályktuninni fram að þessum fundi. Frá því að þessi ályktunartillaga var lögð fram í forsætisnefnd á föstudaginn eru liðnir 2 virkir sólarhringar. 2 virkir vinnudagar hafa liðið og það hefur ekki heyrst múkk frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, ekki einum þeirra. Ekkert neinn samningsvilja, engar málamiðlanir, engar breytingatillögur, ekki neitt. Ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lögð hér fram í nafni Sjálfstæðisflokksins með Sjálfstæðisflokknum inni og gagnrýni á aðra borgarfulltrúa. Það framlag borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Borgarfulltrúana sem að hér svoleiðis leiftra af lýðræðisást að annað eins hefur varla sést, tala það hversu mikilvægt það sé að vera í samráði við alla borgarbúa, vera í samráði við aðra borgarfulltrúa og að vera í samráði innan nefnda og ráða. Og þá langar mig til að minnast á eitt. Bara mjög nýtt og kannski ágætt dæmi lýðræðisást og samstarfsvilja borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Í skipulagsráði á síðasta miðvikudag gerðist það að fyrir var tekið mál 20. liður Skúlagata 12-16. Ég geti tekið þetta undir fundargerðum og eftir ég ætla bara að taka þetta hér inn vegna þess að þetta relevant. Það var þannig að sjónlínan niður Frakkastíg og bygging á turni sem nú stendur yfir var tekið fyrir í skipulagsráði, umhverfis- og skipulagsráði og þegar að sá liður og meira að segja áður en sá liður tekin fyrir þá ræði ég við fólk í ráðinu það hvort að við eigum ekki að vera með sameiginlega bókun undir þessum lið vegna þess að borgarfulltrúar allra flokka hafa talað gegn þessum turni. Borgarfulltrúar allra flokka samþykktu turnin á sínum tíma en þeir vilja ekki þennan turn í dag. Til marks bara miklar breytingar í áherslum borgarstjórnar á þeim tíma sem liðin sem eru 8 ár. Ég sendi í góðri trú á alla ráðsmeðlimi og ég á þann tölvupóst ef fólk vill fá að sjá það. Á allra ráðsmeðlimi sendi ég tillögu að bókun sem að ég fæ svör við frá hinum ýmsu úr meirihlutanum, ráðsfulltrúa úr Samfylkingu og Bestaflokki, en það barst ekkert frá Sjálfstæðisflokknum. Þegar að þessum lið komið að þá spyr ég hvort að þessi bókun sé í nafni okkar allra eða bara í nafni mín eða hverjir vilja vera með, meirihlutinn samþykkir, en Sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vera með sér bókun. Bókun okkar gekk út á það að deiliskipulagið væri barn síns tíma, það hefði verið samþykkt einróma, allir borgarfulltrúar væru á móti þessu í dag og við vildum gera okkar besta til að koma í veg fyrir að þessi turn myndi rísa. Þess vegna lögðum við til að skipulagsfulltrúa yrði falið að hefja viðræður við verktakann til þess að reyna að koma í veg fyrir að hann rísi í þeirri mynd sem áætlað
Ráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á þessum fundi gátu ekki verið með í bókuninni, heldur bóka sérstaklega og efnisinntak þeirrar bókunar eins og kemur fram í fundargögnum fyrir þennan fund, fundargerðinni sjálfri. Efnisinntakið gengur út á það að það hafi verið R-listinn sem samþykkti þetta skipulag á sínum tíma og að Sjálfstæðisflokkurinn af ótrúlegri manngæsku hafi reynt að vinda ofan að þessu allt síðasta kjörtímabil. Þess sést reyndar engin staður í neinum fundargjörðum eða neitt, en borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins virðast hafa verið að vinna þessu bak við tjöldin. Og það kemur fram í bókun í dag, á miðvikudaginn síðasta. Ekkert það að þeir vilji vera með okkur í því að vinda ofan að þessu máli, ekkert það að það sé einhvern veginn allir bara jafnsekir og allir til í að vinna einhvern veginn saman, ekki neitt, nei, bara einhvern veginn verið að skella skulda á einhvern og gera sig betri en aðra. Heyriði, næst gerist það að það haldinn borgarráðsfundur daginn eftir. Hvað haldið að komi þar? Tillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að vinda ofan af málinu. Tillaga efnislega samhljóða bókun meirihluta bestaflokks Samfylkingarinnar og fulltrúa Vinstri grænna í ráðinu frá því daginn áður, kemur tillaga frá bjargvættunum í Sjálfstæðisflokknum sem nú ætla einhvern veginn að koma í veg fyrir að þessi turn komi til með að rísa. Þetta eru mennirnir sem hér í dag eru búin að tala að það sé engin samstarfsvilji af hálfu borgarfulltrúa annarra flokka. Að hér séum við og við höfum verið svo ósvífin að leggja fram ályktunartillögu í forsætisnefnd á síðasta föstudag sem lýðræðislegi vettvangurinn til þess að leggja fram tillögur að ályktunum, sem lýðræðislegi vettvangurinn til þess að ræða og reyna að gera málamiðlanir þær ályktunartillögur sem lagðar eru fram, fyrir utan að við gerum það innan þess tímaramma að hægt að semja málið fram að fundi borgarstjórnar. Allt þetta gerum við til þess eins að reyna að ná hér einhverju sátt það hvernig framhaldi þessara aðildarviðræðna verði haldið. En borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, lýðræðis elskerdarnir sjálfir sem að tala það, hér að vera samráð við borgarbúa, hér að vera samráð innan nefnda og ráða, hér að vera samráð innan borgarstjórnar og allir að tala saman og vera góðir hverjir við aðra. Hvað gera þeir? Þeir eru ekki til í samstarf, þeir eru ekki til í samráð, þeir eru ekki til í málamiðlanir, þeir eru ekki til í sáttaumleitanir, þeir eru bara til í að gera sjálfa sig stóra á kostnað annarra. Og dæmi nú hver fyrir sig hversu vel þetta útspil að koma fyrir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti, kæra borgarstjórn, mig langar bara að koma hingað upp. Það tvennt sem ég að hugsa það náttúrulega bara kannski annað að hefur komið fram þar sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á fundum forsætisnefndar, förum við yfir dagskrá, förum við yfir þær tillögur og umræður sem að koma og eru á þessum fundum og það stendur yfirleitt öllum fulltrúum hvers og eins flokks að vera með í umræðu og það kemur eins og þið sjáið á dagskráni hverjir biðja hvaða tillögu og þar eru við mjög hlustum á hvort annað og fólk virkilega til í að þeir sem vilja vera með, það það bara sjálfsagt mál. Þannig að varðandi þessa tillögu sem við erum að tala núna, þá hafa fulltrúar allra flokka haft tækifæri á því að standa að þessari tillögu, þannig að ég vil pínulítið gagnrýna það sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason kom inn á hér áðan að honum hafi ekki eða hans flokki haft það hefði ekki gefið kostur á að taka þátt í orðalag þessara tillögu. Þannig ég vildi bara koma aðeins inn á það. En annað sem ég var að hugsa það varðandi ályktunartillögu Sjálfstæðisflokksins sem kemur fram og með leyfi forseta langar mér aðeins að vitna í hana því ég skil ekki fyrsta liðinn í henni. Hún segir svo: borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna þeim vilja sem fram hefur komið að ná sem breiðasta sátt næstu skref í aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið. Ég veit ekkert hvað þeir verið að tala þarna. Þannig að ég þætti ofsalega vænt að einhver myndi koma hingað upp bara að útskýra út á hvað þessi tillaga gengur, en tillaga Samfylkingarinnar, Bestaflokksins og Vinstri grænna einstaklega skýr. Hún bara ályktunartillaga þess efnis að
ákvörðun framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu þannig að við skorum á þingið þjóðaratkvæðagreiðslu aðkomu þjóðarinnar. Það er einstaklega skýrt, en hina tillöguna, allavega fyrsta hlutann, ég skil hana alls ekki og það verður ofsalega gott ef einhver kæmi hingað upp og útskýrði þetta fyrir mig. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar, ég hafði nú kannski ekki endilega hugsað mér akkurat að koma upp í þessari umræðu í dag en bara vill endilega aðeins blanda mér inn í umræðuna. Mér finnst auðvitað mikilvægt að við séum hér að senda þessa ályktun til ríkisvaldsins að þjóðin fái að hafa eitthvað sína framtíð að segja. Mér finnst það mjög mikilvægt, svo ég komi nú inn á það. En ég kom nú aðalega hingað upp til að aðeins að bregðast við því sem að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson sagði varðandi þetta með lítinn samstarfsvilja og svo framvegis. Langar mig bara að koma inn á það, við kannski gleymum því oft og tölum ekki það, en ég veit ekki betur en að til dæmis í ráðum borgarinnar hefur orðið svo nýbreytni síðan að þessi ágæti meirihluti tók við að opna til dæmis undirbúningsfundi fyrir ráðin til að allir geti verið á sömu blaðsíðu þegar maður er á ráðsfundum og það er síðan undir auðvitað borgarfulltrúum að mæta. Ég ætla ekki að fara út í hvernig mætingin yfirleitt er á þá fundi, en mér finnst það vera stór skref í að auka samvinnu og samtal. Eins finnst mér gott að koma inn á það fyrir þá sem ekki þekkja til að það verður ekkert endilega þekkst til þess að til dæmis þeir úr minnihluta taki formannssæti í hverfisráðum og svo framvegis, en það einmitt höfum við gert því okkur finnst það að vera mikilvægt að við sem að vinna þetta saman. Já, að mér fannst bara mikilvægt að koma þessu að með ráðin því að mér finnst það skipta mjög miklu máli til að gera ráðsfundi og borgarstjórn eða okkar starf gengur mikið út á ráðsfundi þar sem að fagráðin hittast. Og þess vegna langar mig bara að nefna þennan litla og ágæta punkt. Þá hefur Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, þá tekur til máls borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að koma hér upp til þess að bara bregðast við orðum borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar sem að fann að því að ég beindi til hans og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að huga aðeins að textanum í þeirri ályktunartillögu sem að þeir hafa lagt fram á fundinum. En það lítur eiginlega bæði að formi og efni því að borgarstjórn getur eðli málsins samkvæmt ekki ályktað fögnuð borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eða hvað? Eða er hægt að hugsa sér að það kemur fram breytingartillögu að borgarstjórn ályktar að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fagni ekki eða yfir höfuð álykti vilja einhvers tiltekins hóps sem að annars en borgarstjórnar sjálfrar. Og það væri líka mjög einkennilegt af borgarstjórn að ítreka einhverja stefnu borgarstjórnarhóps Sjálfstæðisflokksins. Þetta geti Sjálfstæðisflokkurinn eða hluti hans sjálfur gert í bókun hér. En ég vil bara taka undir þær athugasemdir sem hafa komið hérna fram að þessi tillaga er eiginlega ekki tæk eins og hún er sett fram. Og það verður svo að teljast frekar óvenjulegt í öllum skilningi að bjóða einhverjum upp á það að samþykkja að synja ályktunartillögu að trúverðugleiki þeirra sjálfra væri mjög lítill þegar kemur að lýðræðislegum vinnubrögðum. Þannig að, já, mér finnst einhvern veginn augljóst og ítreka það að tillögum að þessu sé vísað frá og það væri í raun hægt að gera bara á formgalla en látum það bara liggja aðeins á milli hluta þar sem að hefði verið æskilegt að fá svolítið skýrar fram í umræðunum vegna þess að nú hafa 2 talsmenn Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, annars vegar oddviti Sjálfstæðisflokksins utan borgarstjórnar Halldór Halldórsson og hins vegar borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir tjáð sig nýlega þingsályktunartillöguna sem Alþingi hefur til meðferðar.
og vísir hefur eftir Þórbergu Helgu Vigfúsdóttur borgarfulltrúa að málið hafi verið klúður hjá ríkisstjórninni sem hafi klúðrað góðri stöðu og oddvitinn utan borgarstjórnar hefur talað það að talað gegn þingsályktunartillögunni eins og hún liggur fyrir á Alþingi. Þess vegna saknaði svolítið að fá ekki fram svolítið skýrt og skýrar og vil bara spyrja eftir því hver afstaða oddvita Sjálfstæðisflokksins í sölum borgarstjórnar Júlíusar Vífils Ingvarssonar til fyrirliggjandi þingsályktunartillögu á Alþingi og beinir raun sömu spurningu til annarra borgarfulltrúa flokksins hér. Eða erum við að vera vitni einhvers konar leikriti þar sem verið að reyna að skauta sig einhvern veginn framhjá því að taka afstöðu til málsins eins og það liggur fyrir og stöðunar eins og hún raunveruleg í dag með því að ræða gamla ríkisstjórnir, ræða skólasameiningar eða flugvallamál. Það sem við erum að fjalla hér tillaga það að hvetja Alþingi til þess að samþykkja ekki þingsályktunartillögu utanríkisráðherra óbreytta. Að ákveða ekki úrslit Evrópumála án aðkomu þjóðarinnar. Það hlýtur að vera kjarni málsins og kjarni umræðunnar hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér ekki lítið mál undir og auðvitað í margvíslegum skilningi. Þar sem við hvort sem verðum að tala aðild Íslands hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hvernig mál að skipast á Alþingi með tilliti til þingsályktunartillögunnar þar. Almennt bara hvort að borgarstjórn eigi að taka hinn og þessi mál frá Alþingi hingað til umræðu í sölum borgarstjórnar og með þá hvaða hætti. Auðvitað fer ekki hjá því að þegar mikilvæg mál eru til úrlausnar á vettvangi landsmálana þá séu þau rædd hér á vettvangi borgarinnar, ekki síst í borgarstjórn sem svona málstofa borgarfulltrúanna og í sjálfu sér ekkert að því. Hins vegar hefur það verið skilningur okkar hingað til, þetta flesta borgarfulltrúa, að borgarstjórn eigi fyrst og fremst að einbeita sér að borgarmálum og við erum hreppsnefndin í Reykjavík, eigum að skipta okkur af stórum og smáum málum í Reykjavík en láta Alþingi landsmálin. Það hins vegar útilokar ekki það að við höfum skoðun á því hvað að gerast þar hverju sinni og við höfum fylgst með mikill umræðu eiga sér stað í sölum Alþingis og í öllu þjóðfélaginu þessi mál, framkomna þingsályktunartillögu og menn geta haft sína skoðun á því. Auðvitað eins að kannski viðkvæmt hverju sinni með hvaða hætti borgarstjórn sem slík stígur fram og gefur því einkunn sem gefur einstökum tillögum á Alþingi einkunn eða vill hafa áhrif þar á. Ég tel að það er sjálfsagt að fjallum ýmis mál hér og þetta má líka, en ég held að við getum verið sammála það að við erum að einbeita okkur að því sem stendur okkur næst. Þetta mál í mikilli þróun á Alþingi, þessi þingsályktunartillögu og allt sem að henni snýr. Mér sýnist þessi mál svolítið vera að breytast frá degi til dags og menn eru að ræða leiðir þar til að tryggja aðkomu þjóðarinnar að ákvörðunum framhald umræddra viðræðna. Það eru svo ólíkar skoðanir hérna borgarstjórnar þá milli meirihlutaflokkanna hér. Mér heyrist VG svona meira og minna vera komin í meirihluta með Samfylkingunni og besta flokknum í flestum málum hér í aðdraganda kosninganna og svo milli Sjálfstæðisflokksins hins vegar. Þegar menn eru sakaðir að stilla tillögum upp með þeim hætti sem þetta samþykkja þá held ég að það er ekki síður við þá tillögu sem lögð hérna fram í nafni meirihlutans. Vísa þá bara til þess að það er vitnað til ákveðna fyrirheita þar, fyrirheita sem hafa ekki verið gefin eða að minnsta kosti mjög umdeilt hvort og þá með hvaða hætti
voru gefin í aðdraganda síðustu alþingiskosninga og auðvelt að týna sér einhvern veginn í textaskýringum þar. En þegar við tökum þessi mál til umræðu hér og þá er rétt að minna á að við sjálfstæðismenn höfum lagt fram tillögu um það sem lýsir ákveðnum vilja til þess að það sé unnið að þessu máli eins og öðrum málum í góðri sátt við kjósendur og Alþingi hvatt til að kanna alla leiðir sem færir eru til að vinna í víðtæku samráði. Ég held að sé ekki hægt að túlka minnsta kosti slíka tillögu þannig að menn séu á móti því að það sé leitað til þjóðarinnar með einhvers konar samráð, svo má þetta deila um það hvernig það getur verið. En ég held að þegar svona mál upp á borðinu þá verður ekkert undan því vikist og alveg hægt að setja það samhengi hvernig hefur verið unnið með önnur sambærileg mál á vegum borgarstjórnar. Og þá er ég ekki að vísa til mála sem eru til afgreiðslu í sölum Alþingis, heldur bara sem snýr beint að okkur borgarstjórninni og við höfum verið að vinna hér með að kjörtímabilinu. Það er ekkert að því að það sé sett í það samhengi. Maður veltur auðvitað fyrir sér í hvert sinn þegar tillögur eru lagðar hér fram, tillögur sem kannski ganga gegn stefnu meirihlutans á kjörtímabilinu, hvort að hugur fylgi í raun máli þegar marg tilvitnuð lýðræðisást kemur fram í því að það ber að vísa ákveðnu máli til þjóðarinnar, málinni sem í meðförum Alþingis. Auðvitað er engin góðgáð þá að minnast á það hvernig beinum borgarmálum hefur reitt af á kjörtímabilinu þegar hér hafa verið teknar umdeildar ákvarðanir og þá hefur meirihlutinn algjörlega vísa því á bug að leita til borgarbúa í einhvers konar atkvæðagreiðslum eða þá hundsað undirskriftasafnanir sem hér hafa farið fram ákveðið mál. Og það er ekki langt liðið, það er þá bara mjög auðvelt að nefna skólamálin sem hér voru mjög umdeild á fyrrihluta kjörtímabilsins og þá voru teknar ákvarðanir þrátt fyrir að þúsundir eða vel annað 20.000 íbúa fóreldra í borginni tóku eindregna afstöðu gegn þeim breytingum í skólamálum sem voru knúnar í gegn vilja foreldra og víða kennara og skólastjórnenda. Nú, það má nefna flugvallarmálið. Þar voru 70.000, þar skiluðu sér 70.000 undirskriftir til stuðnings því að flugvöllur yrði áfram í Vatnsmýrinni. Það var ekki tekið mark á þeim athugasemdum og borgarstjóri beinlínis gerði lítið úr þeim þegar hann veitti þeim viðtöku. Og það komið fram ákveðnar hugmyndir það hvort það verði ekki hægt að vísa því máli í atkvæðagreiðslu og ég man ekki hvort það kom formulega inn en ég man að fulltrúar meirihlutans á sínum tíma töluðu þá hugmynd mjög mikið niður. Og svo má nefna Icesave og hinnar þessar hugmyndir. Meirihlutinn í borgarstjórn hann lagðist gegn því að við hér sem borgarstjórn tækjum afstöðu til frumvarps sem kom á Alþingi fiskveiðistjórnun og vörðuðu beinlínis hag Reykjavíkur og margra þúsunda Reykvíkinga beinu tilliti. Það var ekki nógu mikið mál til að taka inn hér þannig að það er ekkert að því að þetta sé skoðað svona í samhengi þegar meirihlutafulltrúarnir koma hér að miklum ákafa og vilja fá ályktunartillögu samþykkt þjóðaratkvæðagreiðslu aðkomu vegna aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þannig að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við tölum að sjálfsögðu ekki niður hugmyndir að leita til þjóðarinnar með slík mál, en það á rétt að menn hafi forsögunni í huga og hvernig borgarstjórinn og forsvarsmenn meirihlutans hafa tekið slíkar hugmyndir bara á kjörtímabilinu því að það er af nægu að taka. Það var líka athyglisvert að borgarstjórinn fjallaði hér í ræðu sinni og hálfpartinn kvartaði yfir í upphafi ræðu sinnar að honum fyndist mikil pólitík vera hlaupin í málið eins og það verið slæmt og þá velti maður fyrir sér af hverju í ósköpunum var þessi sami borgarstjóri að bera fram þessa tillögu. Var hann ekki einmitt að bera fram tillöguna vegna þess að hann taldi borgarstjórn sem pólitískan vettvang þurfa að taka þetta mál til umræðu og afgreiðslu. Sem sagt að
svona borgarpólitíkur væða máli með einhverjum hætti og það þarf ekki að vera slæmt en menn er þá bara að kannast við það og ekki síðan kvarta hálfpartinn yfir því þegar að menn fara þá í pólitísku umræðu það að honum finnst mikið pólitík vera hlaupin í málið. Nú Evrópusambandið má margt segja og þetta er auðvitað ekkert umræða sem byrjaði hér fyrir nokkrum dögum. Hún hefur auðvitað verið tekin hér í þjóðfélaginu árum og áratugum saman. Ég er ekki alveg sammála borgarstjóra að stilla upp, segja að þjóðin eða borgin skiptist í 2 fylkingar til Evrópusambandsins. Annars vegar séu þeir sem gangi með barmerki með Evrópufánanum á. Hins vegar séu þeir sem gangi með slíkt merki og með einhver rauðu striki yfir. Ég held að það sé nú ekki raunin. Ég held í rauninni að ég held að það sé stór hópur, kannski stærsti hópurinn sem hefur í rauninni ekki gert upp hugsun til Evrópusambandsins eða rauninni finnst Evrópusambandið ágætt til síns brúks sem snýst á fyrst og fremst það samkvæmt upphaflegum markmiðum þess að tryggja frið á meginlandi Evrópu en eru síðan ekki vissir það kannski hvort það hendi okkur. Ég minna á það að því menn að tala um Evrópufánan að þá er langt síðan að byrja að nota þennan fána. Ég held að það hefur verið fyrst byrjað að nota þennan fána undir merkjum Evrópuráðsins sem eru auðvitað önnur stofnun heldur en Evrópusambandið. Ísland er í Evrópuráðinu, mjög góð stofnun og ég held að það hefur verið sú stofnun sem hafi byrjað að dreifa barmerkjum í Evrópufánanum á sínum tíma fyrir einhverjum áratugum og ég kannast sjálfur við að hafa borið slíkt barmerki með miklu stolti. Ég er mjög stoltur af því að vera Evrópubúi og er mjög ánægður með þann árangur sem samvinna Evrópuþjóðanna hefur skilað frá styrjaldarlokum að tryggja að mestu leyti frið í Evrópu. En ég er hins vegar ekkert viss það að það borgir sig fyrir okkur og telur reyndar ekki að svo sé að það þýði að við eigum að ganga inn í Evrópusambandið með öllu því sem því fylgir, ekki bara út af sjávarútvegsstefnunni og ekki bara út af þá frekari styrkjavæðingu til dæmis í landbúnaði og mér heyrist nú oddviti samfylkingarinnar vera mjög spenntur fyrir því mjög spenntur yfir þeim möguleikum sem Ísland fengi í Evrópusambandinu að það verði hægt að ná svo miklum styrkjum hingað. Það er svona ein leið til þess að líta á málið. Ég óttast þá leið, ég er alveg sammála oddvita samfylkingarinnar það, ég held að Ísland eftir að svona lítilega kynnt með styrkjaprógram Evrópubandalagsins sambandsins að ég er viss að Íslendingar ættu mjög auðvelt með að fá til sín ýmsa styrki, til dæmis í landbúnaðinn, til dæmis í sjávarútveginn en ég óttast hins vegar það að á frekar skömmum tíma þá yrðu okkar helstu atvinnuvegir styrkjavæddir á einhvern hátt og það síðasta sem ég vil er að sjá undirstöðu atvinnugreinar eins og íslenska sjávarútveginn enda í því að ganga fyrir einhverjum styrkjum eins og stór hluti grænlenska sjávarútvegsins gengur fyrir og er ekki heppilegt að mínu mati. Nú, það er ákveðnir svona möguleikar í því en svo er Evrópusambandið svo miklu, já, svo má nefna það líka það er alveg ljóst að við Íslendingar erum nettó greiðendur til Evrópusambandsins. Það er umdeilt hver upphæðin yrði. Ég held að engin fræðimaður hafi sjálfsög getað svarað því hvað Íslendingar þyrftu nákvæmlega að borga mikið til Evrópusambandsins en þeir eru allir, ef við gengum í það, en þeir eru allir sammála það að við yrðum nettó greiðendur og tölur hafa verið nefndar frá, ef ég man rétt, frá bilinu 8 milljörðum upp í 20-30 milljarða sem hugsanlega tala og ég segi gott og vel. Fyrst koma borgarfulltrúarnir og taka að fólki útsvarið, síðan koma þingmennirnir og taka fólki ýmsa skatta. Það eru þessi 2 stjórnsýslustig og ýmsir telja þá kannski að Íslendingar borgi ekki nógu háa skatta nú þegar og telji rétt að bæta þriðja skattheimtu aðilanum við sem eru þá Evrópusambandið og við myndum þá greiða nettó einhverja skatta til. Auðvitað fengum við eitthvað aftur í formi styrkja. En eins og ég sagði án, ég ætla að vona að íslenskt þjóðfélag og íslenska atvinnuvegir verði seint styrkja miðaðir. Nú, aðeins að því aðeins út af orðum borgarstjóra sem vorum bara margt athyglisvert. Það má ekki gleyma því að Evrópusambandið, það er með sameiginlega utanríkisstefnu
Það má halda því fram í ákveðnu skilningi að Evrópusambandið sé hernaðarbandalag. Ég vil ykkur frekar segja að Evrópusambandið sé varnarbandalag, alveg eins og NATO er varnarbandalag. En svo eru aðrir sem sjá þetta ekki alveg eins og ég og segja að NATO sé hernaðarbandalag og þeim er þetta sjálfstæð á skoðun. En ef þeir telja að NATO sé hernaðarbandalag þá er líka að tala um ESB sem hernaðarbandalag. Og ágæta borgarstjóri gerir sér grein fyrir því að ef að tilgangurinn sá að greiða leið Íslands inn í Evrópusambandið þá er rauninni verið að gefa upp þann bolta að Ísland gangi í hernaðarbandalag og sem er athyglisverð afstaða hjá manni sem vill ganga mjög langt í að sjá til þess að Íslendingar og Reykvíkingar komi ekki nálægt hermennskunni einum skilningi eins og bara afstaða borgarstjóra stærstan hluta kjördæmabilsins til erlenda varðskipa bara gott vitni um. En borgarstjóri getur auðvitað sagt, hann er ekkert að segja hvort við ganga í Evrópusambandið, hann bara vill að við höfum hann vill gefa Íslendingum þann kost, en þá segja á móti, segjum að við verðum ekki aðilar á móti, þá við verðum ekki aðilar á NATO og þetta snerist aðild að NATO, þá efast ég að borgarstjóri vildi greiða því með nokkrum hætti leið að Íslendingar færu inn í NATO, ekki einu sinni það að Íslendingar taki afstöðu til aðildar til bandalagsins á þeim grunni sem hann leggur nú til að Íslendingar fái. Þannig að menn verða bara að hafa þetta í huga. Evrópusambandið er hernaðarbandalag og það er þá verið að það er minnst ekki verið að draga úr möguleikunum með svona tillögu, það er ekki verið að draga úr möguleikunum því að Ísland fari þangað inn. Ég held að sé mjög líklegt að þetta er mjög athyglisvert með herskylduna, mér finnst það mjög líklegt að við Íslendingar fengjum undanþágu frá herskyldu inn í Evrópusambandið, mér finnst það mjög líklegt. En alveg eins og með sjávarútvegsmálin það má deila hvað þær undanþágur halda lengi. Það hafa ýmsar undanþágur verið gerðar í gegnum tíðina, þær eru aldrei varanlegar. Ég veist að við fengjum varanlega undanþágu og kannski eru þær ekki felldar og gildi formlega, en ég held að sjáu það flestir að jafnvel þótt Íslendingar fengju undanþágu frá herskyldu eins og mér finnst nú líklegt að við höfum ekki her, þá er ekkert sem segir að hún yrði varanleg. Við vitum ekkert hvernig staðan verður í Evrópu eftir 30-40 ár. Það getur verið komið stríð í Evrópu og þá held ég að eitthvað 30-40 ára gamall fyrirvari eða undanþága í einhverjum samningi myndi duga skammt þegar að embættismenn í Evrópusambandinu teldu að Íslendingar þyrftu að leggja sitt af mörkum til varnar eða hernaðarþarfa slíks bandalags. Þannig að það er þetta mörg að hyggja þegar menn taka slíka tillögun í borgarstjórn, þá eru menn farnir að ræða þessi máli í víðu samhengi og þá er þetta ekkert við það athuga að við ræðum hér sem slík. Kom mér hins vegar svolítið óvart að Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi færi að ræða allt önnur mál í skipulagsmáli í Reykjavík í þessu samhengi. Svolítið sérstakt að hún hefði getað rætt undir fundargerðum hér á eftir. Ég veit ekki hvort að það mætti halda verið að drepa fundarefninu eitthvað á dreif, en ég held að það sé nú ekki vegna þess að mér finnst borgarfulltrúin bara nánast verið að breytast í blaðafulltrúa meirihluta Samfylkingar og Bestaflokksins þegar ýmis mál koma núna upp í aðdraganda kosninga. Sennilega þessi ágæti borgarfulltrúi að biðla til þessara flokkum samstarf eftir kosningar og í sjálfu sér ekkert að því, en þá er menn bara að koma hreint fram og segja það. Varðandi þetta mál sem borgarfulltrúi vitnaði í sem er turn í skuggahverfinu og það sem borgarfulltrúi bar okkur að brýna að við varum með einhverjum óábyrgum hætti að eigna okkur mál sem hefði verið borið fram annars staðar, þá vil ég bara segja það að það er alveg ljóst þegar maður les fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því í síðustu viku að meirihlutinn þar með VG innanborðs lagði bara fram bókun þetta mál og í lok þessarar bókunar sagði að skipulagsfulltrúa væri falið að hefja viðræður við verktaka og höfða til samvisku þeirra vegna framkominnar gagnrýni og breyttra stefnu borgaryfirvalda frá þeim tíma sem umrætt skipulag var samþykkt. Í þessari bókun sagði ekkert markmið viðræðanna né hvaða verktaka ætti að hefja viðræður við. Það mátti alveg skilja bókuna þannig að það ætti að hefja viðræður við verktaka almennt í borginu þessi mál. Þetta var í síðustu málsgrein bókunarinnar þar sem að fjalla almennt málin. Og það er alveg ljóst að það var engan veginn hægt að lesa eitthvað fyrirmæli út úr þessari bókun og jafnvel þótt slík fyrirmæli sé hægt að lesa út úr með einhverjum vilja sem ég skil ekki, þá er ljóst að þau hafa ekkert stjórnsýslulegt gildi. Slík fyrirmæli á að auðvitað að gefa með skýrri tillögu sem samþykkja ber í atkvæðagreiðslu. Nú sé það ekki gert, þá eru skipulagsfulltrúi eða aðrir embættismenn ekki bundin af þeim og svona bókanir hafa því ekkert gildi.
Og það má líka jafnvel deila það hvort umhverfis- og samgönguráð hafi heimild til að veita umboð til slíkra viðræðna þar sem þær getur varða fjárhag borgarsjóðs umfram það sem umhverfis- og samgönguráð hefur heimild til ráðstöfunar samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun. Allt þetta eiga borgarfulltrúar með margra ára reynslu að sjálfsögðu að vita, enda held ég að fyrir þeim hafi ekki vakað með þessari bókun að hefja raunverulega viðræður við lóðarhafa þegar þessi bókun var skrifuð. Það kom líka fram í upphafi bókunarinnar að 8 ára samþykkt verði ekki breytt og þar fannst mér svolítið tónninn vera gefinn. Þannig að mér finnst þetta mjög furðulegt og þegar þessi bókunleysa er að geta lesa það er ekki að skilja þau sem nein fyrirmæli að það sé farið í málið, ekki tillaga þannig. Og einmitt þess vegna töldum við sjálfstæðismenn ástæðu til að flytja skýra tillögu málið á réttum vettvangi sem er þá borgarráð. Og í þessari tillögu okkar þar var tiltekið hvaða reitir átt við sem var ekki í þessari bókun og hvert markmið viðræðnanna eigi að vera. En mín vegna má vel breyta framlagningu tillögunar í borgarráði á þann veg að allir þeir sem vilja standi saman að henni og leggja fram nýja ef fólk vil ekki styðja þessa að því hún kemur frá sjálfstæðismönnum eins og mér heyrist nú svona raunin vera með borgarfulltrúa Sólveigu Tómasdóttur. Ég vona að það verði til þess að koma í veg fyrir þras málsmeðferðina og mér finnst mjög skrítið þegar að Sólveig Tómasdóttir borgarfulltrúi var að kvarta við málsmeðferð annarra en hún var síðan að koma út á mjög hálan ís þegar hún var farin að vitna, heyrist mér til samtala inn á lokuðum fundi skipulagsnefndar, eitthvað slíkt Ég er tilbúin með að skilja það. En ég held að við getum bara sleppt þessu þrasi málsmeðferðina og beina frekar kröftum okkur að því sem skiptir máli að láta þetta mál frá framgang svo að sé hægt að koma í veg fyrir skipulagsslys. Og lýkur þá umræðum Evrópumál. Þá hefur Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það vakti furðu borgarfulltrúans að ég skyldi tala eitthvað annað heldur en Evrópusambandið hér áðan, en fyrr hafði núverandi oddviti hans talað Icesave og skólasameiningar og Evrópusambandið og sitt hvað annað sem var málinu að einhverju leyti ótengt en fjallaði allt lýðræðismál. Ég var að nefna þetta vegna lýðræðismála, vegna þess hvernig samstarf meiri og minnihluta samstarf kjörinna fulltrúa bæði í ráðum og nefndum og hér í borgarstjórni háttað, hvernig okkur tekst að vinna saman og hver viljinn til þess að vinna saman. Hafi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eða fulltrúi hans í umhverfis- og skipulagsráði, Júlíus Vífill Ingvarsson, Hildur Sverrisdóttir og Marta Guðjónsdóttir, haft einhverjar áhyggjur af því að þessi tillaga væri ekki nógu skýr, að það væri verið að fjalla á almennum verktaka, að tillagan væri í formi bókunar en ekki tillögu, að þetta væri ekki rétti vettvangurinn, þá höfðu þau, eins og ég sagði hér áðan, allan morguninn, við erum að tala 7,5 tíma fund, ég sendi í tölvupósti til allra kjörinna fulltrúa og það verður að líta á það sem opinberan póst, það er ekkert eitthvað sem við erum að ræða inn á fundi og ég má ekki vitni, ég sendi póst á alla kjörna fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði með tillögu að þessari bókun. Hafi þessir lýðræðiselskandi fulltrúar haft áhyggjur af því að tillagan hafi ekki verið nógu góð, bókunin hafi ekki verið nógu skýr eða það fjallað hafi verið þetta mál með hefðbundnum eða opnum hætti, þá hafðu þeir öll tækifæri til þess að breyta því. Það gerðu þeir ekki, heldur lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu sama mál daginn eftir í öðru ráði. Förum nú aðeins yfir það hvort að þessir fulltrúar eru jafn samstarfsfúsir og þeir vilja meina hér. Hafi þeir haft í alvörunni vilja til þess að gera þetta af fullum krafti, af hverju fengu þeir þá ekki fulltrúa annarra flokka með sér? Mennirnir sem hafa kvartað hér yfir því að ályktunartillagan sem hér til umræðu hafi ekki verið borin undir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þeir ákveða að leggja fram tillögu undir lok fundar í borgarráði án þess að bjóða öðrum fulltrúum að vera með sér í því eða gera einhverjar málamiðlanir það hvernig þessari tillögu ætti að vera háttað. Haldið þið nú ekki að það hefði verið sterkara ef að borgarfulltrúar allra flokka, ef að allt borgarráð hefði sammælst það að fara í að semja við verktakann að koma þessum turni frá? Það hefði aldeilis verið sterkt. En borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru bara að hugsa sjálfa sig og kosningarnar framundan og það er þess vegna sem þeir leggja þetta fram en ekki vegna þess að þeir beri hagsmuni borgarbúa fyrir brjósti. Þá hefur Sólveig Tómasdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér áðan að
að öðrum flokkum að sjálfsögðu velkomið að taka þátt í þessari tillögu með okkur. Þessi tillaga hefur ekkert verið afgreidd, hún var bara lögð fram. Það er í rauninni ekki einu sinni búið að taka hana til meðferðar. Þannig að borgarfulltrúar Sóleyju Tómasdóttur og öðrum borgarfulltrúum sem bara svo býðum við að horfa, þeim er bara velkomið að leggja þessa tillögu fram við okkur. Það er þetta bara tillaga allra og allt í góðu með það. Aðeins bara varðandi tillögur og bókanir. Bókanir í bókunum bókanir er svona vettvangur kjörinna fulltrúa til að lýsa skoðunum sínum viðhorfum til einstakra mála. Það eru bókanir og þannig lít ég á bókanir, þannig leit ég á þessa bókun. Ég var ekki á þessum fundi en þannig leit ég á þessa bókun þegar ég sá hana og las hana með þeim hætti. Tillögur eru hins vegar til að koma hlutum í framkvæmd. Ef við ætlum að móta stefnu eða gefa embættismönnum skýr fyrirmæli, þá þarf slíkt að koma fram í tillögum og þess vegna lögðum við fram þessa tillögu. Ég held að menn þurfa að hafa þetta í huga þegar menn ræða munin á bókunum og tillögum og svo þurfa tillögur að sjálfsögðu að leggjast fram á réttum vettvangi og í þessu máli er borgarráð mun réttari vettvangur heldur en umhverfis- og skipulagsráð með allri virðingu fyrir því ágæta ráði. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi svarað andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil bara þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni fyrir þessa ágætu útskýringar á mununum á bókunum og tillögum og á verksviði ólíkra nefnda og ráða. Mér þykir bara vænt um það að hann skuli halda hér fyrir okkur fyrirlestur um þetta. Betur færi kannski á því að hann myndi halda þetta fyrir samflokksfólk sitt, þar sem að 3 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu í ráðinu þegar að þessi umræða fór fram og hefðu, ég ítreka það, vel geta haft áhrif á það með hvaða hætti tillögur, bókanir og skoðanaskipti færu fram. En það gerðu þeir ekki, heldur bókuðu að turninn væri á ábyrgð Reykjavíkurlistans, að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hefðu reynt að koma í veg fyrir hann á síðasta kjörtímabili þrátt fyrir engin merki sé það í neinum fundargerðum eða opinberum gögnum og gerðu engar athugasemdir við það að við legðum til að skipulagsfulltrúi færi í þessar viðræður. Ég ítreka það svo það sé sagt hér undir umræðum Evrópusambandið að ég vil gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir það að þessi turn verði byggður og þó að það mun kalla á það að ég verði með Sjálfstæðisflokknum í einhverju tillögu þá er ég bara alveg til í það, fullkomlega til í það. Það er nefnilega þannig að mér er eiginlega alveg sama hvaðan gott kemur, svo lengi sem það er sett fram af sanngirni og það er reynt að koma til móts við það sem maður telur raunverulega að vera hagsmuni borgarbúa. En þegar að fólk lætur sig í rauninni verða uppvíst að popúlisma með þeim hætti sem við höfum rætt hér í dag, að þá finnst mér bara tiltölulega langt gengið. Mér finnst rosalega leiðinlegt hvernig framganga borgarfulltrúa Sjálfstæðismanna er bæði í Evrópusambandsmálinu sem við erum að ræða hér og þessu stóra turnamáli. Og mér finnst þetta ekki boða gott, ég verð bara að segja eins og varðandi málefnalega og uppbyggilega kosningabaráttu sem við erum að sigla inn í núna fyrir vorið. Þá hefur Sóleyju Tómasdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni. Umræðu er lokið. Forseti ætlar að taka stutt fundarhlé til þess að ræða málsmeðferð þeirra 2 ályktunartillagna sem hér eru til afgreiðslu. Þannig ég ætla að biðja fundar þá sem stóðu að ályktuninni, fulltrúar VG, Samfylkingar og Bestaflokksins að koma til hliðar og ræða málsmeðferð. Jú, ég er að fara að gera það.
gaman að fá að prófa þessar bjöllur og svona. Ég er búin að ekki slá. Þá er fundi framhaldið og við göngum til atkvæðagreiðslu þær tvær ályktunartillögur sem hér hafa verið lagðar fram í borgarstjórn undir fyrsta lið. Fyrst eru ályktunartillaga borgarfulltrúa Besta flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna og hins vegar ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Sú tillaga sem kemur frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins má líta á sem breytingartillögu, þannig að ég legg til að hún verði afgreidd fyrst og síðan sú tillaga sem var send út með fundarboði. Þeir sem samþykkja vilja ályktunartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að fagna þeim vilja sem fram hefur komið og endar á orðunum vinna í víðtæku samráði, gefi merki. Þeir sem móti kunna vera. Hún er felld með 10 atkvæðum gegn 5. Þá tökum við til afgreiðslu þá ályktunartillögu sem send var út frá borgarfulltrúum Besta flokksins, Samfylkingarinnar og VG sem hefst með orðunum borgarstjórn Reykjavíkur skorar á og endar í samfélaginu nokkurt skeið. Þeir sem samþykkja vilja þá ályktunartillögu gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt með 10 samhljóða atkvæðum. Já. Fulltrúar allra borgarstjórnarflokka áskilja sér rétt til bókunar síðar á fundinum. Þá göngum við til annars dagskrárliðar þar sem er tillaga